yfir ána í rammgerðri rútu. Fjöldi bíla hefur einnig verið fluttur yfir. Kvartað yfir skipulagsleysi á svæðinu. Tugir manna biðu þess strax í morgun að komast yfir Múlakvísl, en biðin lengdist. Austan megin árinnar hafa menn beðið óþreyju eftir að komast yfir. Rútubílstjórarnir voru tilbúnir klukkan 8 í morgun með rúturnar, en núna klukkan 2:30 enn löng bið á því að hægt verði að flytja fólk yfir, þá eftir að flytja efni í kanta og gera ýmsa aðra undirbúningsvinnu. Svo var það klukkan 4 sem Vegagerðin ákvað að senda 40 manna fjórhjóladrifna rútu yfir, en rútan flutti áður fólk til og frá vinnu við Kárahnjúkavirkjun. Rútan fór fyrstu ferðina farþegalaus og litlu munað að hún festist í drulluna árbotni. Bílstjórinn sagði að ferðin hefði verið eins og að aka í snjó. 20 manna hópur var fluttur vestur yfir ána. Eru menn ekkert pirraðir fyrir að bíða svona? Nei, í þessu veðri þá þetta ævintýri og þetta þeir gera sér alveg ljóst og þetta eykur á ánægjunni í sjálfu sér að þetta sé síbreytilegt land og það öllu sem á ég að vona. It's very nice. You weren't afraid going over? No, because we see the bus to come over at first time, so it looked very good and it was fine. It was interesting experience. An Icelandic adventure? Yes, better than a normal car. En það voru ekki allir í jafnmiklu ævintýraskapi og farþegarnir. Okkur finnst allt hafi gengið alveg gríðarlega hægt og ráðaleysi virðist vera allstaðar, engar merkingar komnar upp neinstaðar. Það er enginn átti vita neinu, þetta virðist vera algjört gjörsamlegt kaos, því miður. Fyrir okkur skiptir þetta miklu máli að bílarnir geta haldið áfram og þeir komist til Keflavíkur eða Reykjavík og eru til staðar þegar það þurfa að fara fyrir næstu leigjendur sem eru að koma til landsins. Þetta þarf að gangi svo smurru verð, þetta er high season og það er alveg til forkvæmstanlegt að þessi blási út af hugmyndir að fara að setja hér brú eða aðstöðu sem að tekur 2, max 3 daga. Þetta er eitthvað sem við skiljum ekki.